Fræðsla úr orði Guðs. Hvaða tengsl hefur trú við verk? Þegar kemur að hjálpræði í Kristi kenna sumar kirkjur að við þurfum að hlýða ákveðnum kröfum Guðs til að verða hólpin. Með öðrum orðum, þeir kenna hjálpræði sem byggir á verkum. Til dæmis kennir rómversk-kaþólska kirkjan að ekki sé hægt að frelsa þig án þess að halda sakramentin. Í málsgrein 1129 í Catechism of the Catholic Church segir: kirkjan staðfestir að fyrir trúaða sé sakramenti hins nýja sáttmála nauðsynleg til hjálpræðis. Meðal þeirra sakramenta eru skírn, ferming, brotning brauðsins og nokkur önnur. Aðrar kristnar kirkjur kenna að þegar þú ert hólpin þarftu ekki lengur að hlýða Guði. Að þú hafi verið leystur undan lögmáli boðorðanna 10. Grein sem birtist á vefsíðunni gcid.org sem ber yfirskriftina Eiga kristnir menn að halda lögmál Móse, hvað með boðorðin 10? Þar segir: Páll gefur í skyn að boðorðin 10 vara ekki að eilífu. Þau voru hönnuð sem tímabundin fordæmingar þjónusta, hönnuð til að leiða fólk til Krists. Þetta er byggt á þeirri forsendu að boðorðin 10 hafi verið hluti af gamla sáttmálanum og nýji sáttmálinn afnemi boðorðin 10. Svo er það annað viðhorf, að já, við þurfum samt að hlýða Guði og halda boðorðin 10, en það er ekki til þess að verða hólpin, heldur vegna þess að við erum hólpin. Í þessu erindi ætla ég að ræða þessar 3 skoðanir til hjálpræðis til að finna út hver þeirra er samkvæmt orði Guðs, Biblíunni. Biblían gerir það ljóst að hjálpræði er ókeypis gjöf fyrir náð Guðs sem við fáum fyrir trú á Jesú Krist. Efesusbréfið 2:8-9 segir okkur: því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Frelsun er gjöf Guðs. Gjöf er ekki eitthvað sem þú getur unnið þér inn, gjöf er gefin þér. Og það sama á við hjálpræði Guðs. Þú getur ekki unnið þér inn hjálpræði með verkum þínum, en hafðu það í huga, þó að hjálpræði sé gjöf, þá þýðir það ekki að það kosti ekki neitt. Því þó að það kosti okkur ekki neitt, þá var gríðarlegur kostnaður við frelsun okkar, líf sonar Guðs. Jesús stó á krossinum fyrir syndir okkar. Í framhaldi af því segir Rómverjabréfið 3:23-24 okkur: allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Réttlæting þýðir í grundvallaratriðum að fá fyrirgefningu fyrir syndir þínar, og það er hluti af ferlinu, þér til hjálpræðis. Og þar sem við erum réttlætt án verðskuldunar af náð Guðs, þýðir það að við getum ekki gert neitt til að ávinna okkur fyrirgefningu Guðs. Rómverjabréfið 3:28 staðfestir þetta, en þar segir: við ályktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Á þessum tímapunkti held ég að það sé nokkuð örugt að segja að Biblían er skýr, að það er ekkert sem við getum gert til að ávinna okkur hjálpræði eða fyrirgefningu. Svo þegar kirkjur reyna að segja þér að þú þurfir að halda boðorðin eða láta skýrast til að verða hólpin, þá eru þær að predika falskt fagnaðarerindi. Hvað þá hugmynd að þar sem við erum hólpin, þá þurfum við ekki lengur að halda boðorðin 10. Rómverjabréfið 6:1-2 segir okkur: hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Fjarri fyrir því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni? Náðin gefur okkur ekki leyfi til að synda, og synd er að brjóta lög Guðs, boðorðin 10. Rómverjabréfið 3:20 segir: fyrir lögmál kemur þekking syndar. Lögmál Guðs
boðorðin 10, skilgreinir synd í lífi okkar svo að við getum farið til Jesú og fengið fyrirgefningu. Jakobs brefið 1:23-25 líkir lögmálinu við spegil sem segir: því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Spegill er notaður til að koma auga á galla þína. Þú getur til dæmis verið með skítut andlit og hárið þitt getur verið ruglað. Líklegast er að þú munt ekki geta séð það fyrr en þú horfir í spegil. Og eftir að þú sér galla þína í speglinum getur þú laga þá. Lögmálið virkar á svipaðan hátt í þeim skilningi að þegar við lesum boðorðin 10 skilgreina þau synd í lífi okkar. Hins vegar hafa boðorðin 10 ekki getu til að fyrirgefa okkur fyrir syndir okkar. Aðeins Jesús getur gert það, svo við förum til hans til að öðlast fyrirgefningu og hjálpræði. Sumir kristnir halda að lögmál Guðs sé ekki hluti af nýja sáttmálanum, en það er einfaldlega ekki satt. Talandi nýja sáttmálan segir Hebreabréfið 8:10: þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Nýji sáttmálinn afnemur því ekki lögmál Guðs. Hann staðfestir þau með því að Guð setur lög sín í hug okkar og skrifa þau á hjörtu okkar. Lög Guðs í huga okkar tákna vilja okkar til að hlýða Guði og lögum hans. Ritað á hjörtu okkar þýðir að við elskum lög Guðs. Annar misskilningur er að þar sem við erum ekki lengur undir lögmáli höfum við enga skyldu til að hlýða boðorðunum 10. Rómverjabréfið 6:14 segir: synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Sumir kristnir túlka þetta þannig að náðin leysi okkur frá því að halda lögmálið. En eins og við lásum í Rómverjabréfinu 6:1 þá veitir náðin okkur ekki leyfi til að synda. Þannig að það getur ekki verið rétt. Að vera ekki lengur undir lögmáli þýðir ekki að okkur sé ekki skylt að hlýða Guði lengur. Frekar þýðir það að við erum ekki lengur undir fordæmingu lögmálsins. Rómverjabréfið 3:19 orðar þetta svona: við vitum að allt sem lögmálið segir, það tala það til þeirra sem eru undir lögmálinu, til þess að sérhver munnur þagni og allur heimurinn verði sekur fyrir Guði. Þannig að þeir sem eru undir lögmálinu eru sekir frammi fyrir Guði, sekur synd og undir fordæmingu dauðans sem lögmálið krefst, þar sem laun syndarinnar er dauði. Þegar við höfum verið frelsuð af náð, er þeirri sekt og fordæmingu aflétt. Guð fyrirgefur okkur syndir okkar og gefur okkur eilíft líf. Fyrir utan það að Nýja testamenti nefnir aftur og aftur mikilvægi þess að hlýða boðorðum Guðs. Til dæmis segir í Opinberunarbókinni 22:14: sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga inn hliðin inn í borgina. Nú ertu kannski að spyrja sjálfan þig: bíddu aðeins, ég hélt að þú segðir að hlýðni væri ekki krafa til að öðlast hjálpræði. Svo hvers vegna segir Biblían að þeir sem neita að halda boðorð Guðs verði af eilífu glataðir? Ástæðan er sú að það sýnir að þeir hafa ekki raunverulega frelsandi trú. Ósvikin frelsandi trú framkallar hlýðni. Jakobs bréfið 2:17 segir: eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Dauð trú er trú sem er ófullkomin, sem leiðir ekki til hjálpræðis. Þess vegna segir Biblían að við verðum dæmd af verkum okkar. Jesús segir í Opinberunarbókinni 22:12: sjá, ég kem skjótt
og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Takið eftir að það segir ekki eins og trú hans er, það segir eins og verk hans er. Það er vegna þess að verk ákvarða hvort trú einhvers sé ósvikin eða ekki. Frelsun er ókeypis gjöf fyrir náð Guðs. Allt sem við þurfum að gera til að taka á móti því er að trúa á Jesú Krist. Sama hversu mikið þú heldur boðorðin eða stunda góðverk, það mun ekki vinna okkur inn aðgang að himninum. Samt þýðir það ekki að náðin leysi okkar undan lögmáli Guðs. Hún frelsar okkur frá fordæmingu lögmálsins, en ekki skyldu okkar til að fara eftir þeim. Og einhver sem er sann kristinn mun halda lögmál Guðs, ekki til að verða hólpinn, heldur vegna þess að hann er hólpinn.